Sko fyndið bara svona eitt að lokum eða til að whatever með sko að Donald Trump hafi verið hann var náttúrulega að skrá sig út úr International Court of Justice og öllu stóti skiljum við Já, það þeir mega sprengja Haag. Já, þeir mega það er rétt Þeir skrifuðu lög sjálfir að þeir mættu sprengja Haag ef að þeir reyna einhvern tímann að rétta yfir Bandaríkjamanni. Þetta er mjög fyndið, þetta er svona eins og það var ég man ekki hver það var einhver gaur sem skráði landið sitt úr League of Nations og okkur svona eftir að hann var sagði að hefur komið frekar illa fram með landið sitt fyrir heimsstyrjöldinni ég man ekki það var eitthvað það var einhver gaur sem gerði eiginlega nákvæmlega alla þessu hluti já það var Hitler til samt halda þið til haga hvað? Hitler allavega lagaði hagkerfið kannski það að fara að gerast núna kannski verður allt í laginu kannski alveg örugglega ekki en þú veist það er líka bara svona geggjað að vera bara svona lata vittlausa incompetent útgáfan af honum já sem mjög fyndið þú veist alveg jákvæðir punktar hann kemur minni hlutum í verk hann ekki já en það sko allir punktarnir sem ég og fleiri alltaf verið með eru eiginlega bara ekki til einhver nei hann var alltaf ekki að fokkin byrja stríð ég giskaði sko og ég held ég ennþá fram að það hefði gerst þegar ef að Hillary hefði verið forseti innan við 2 vikur stríð í Íran já ekki spurning og þú veist og ekki, þú veist það er ekki að fara meir út í það en þú veist já, lame duck forseti bla 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 eitthvað svona þú veist en ég líka þú veist ég bara ef að þeir ná að demokratar ná að kjósin eitthvað þú veist það mun alltaf bara gera það sem gerist alltaf já að það verið tekið allt tilbaka já og þau mun örugglega join allt þetta fucking dót aftur já en það er bara ef já það er bara ef þeir ná að kjósa ykkur líka geggjur langtíma strategía fyrir land að og 4 fresti þá bara öndúar einhver allt sem hinn stjórnin gerði seinustu 4 árin já og við getum bara gert það að eilífu meðan Kína bryggi brýr já, ég man ekki sko, ég var að reikna út eitthvað sko afskrifaðar skuldir þú veist Uber eða eitthvað þú myndi taka þar sem þeir eru búin að afskrifa í skuldir og bla 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 og fá fjármagn frá ríkinu sá peningur væri nóg til að byggja bara svona háhraðasta kerfi í Bandaríkjunum en það sem fyndið í staðinn þá færðu ekkert þú færðu ekki neitt ekki neitt þú munt búa í klefanum þú munt borða pöttunar og þú munt verða ánægður ég var yfir að sjá eitthvað þú veist Three Gorges Dam stíplan í Kína hún myndi höndla 40% af orkuþörf Bretlands það myndi kosta 11 mánuði af því sem kostar að reka breska heilbrigðiskerfið að byggja hana en í staðinn bara ekkert já en líka finni parturinn sko og eitt sem við erum definitílega að koma inn á er sko að svona að nýskapa sig út úr hlutum nýsköpun er töfraraunsæi nýsköpun er magical thinking við getum ekki allokatað alvöru resursum sem við höfum núna í eitthvað sem verður kannski til einhver tíman mjög fyndið að þú veist já alveg eftir að taka bara svona heilan þátt að kúka yfir AI en þú veist bara þanga til þá ætlum ég bara að fá að segja eitt hlut og mjög fyndið ég man ekki hver var að tala um þetta ég var að horfa á eitthvað viðtal við einhvern náungum daginn sem spurði bara einn af þessum náungum bara
en hvernig græðar það pening? Hvað? Ég veit þetta er svo fyndið af því að þú veist, við erum búin að vera svo upptekin að því að segja hvort því slæmt eða gott eða siðferðislega rétt eða siðferðislega rangt, en svo bara svona ok, hvernig græðir þetta pening? Hvernig er hvað er hagnaðarmódelið? Þú ert með bara OpenAI, segjum bara OpenAI, þú ert með það og það er að svara, það er að svindla í prófum fyrir krakka og búa til Disney fake Ghibli myndir. Já. Og náttúrulega töfraraunsæið er náttúrulega þetta muni lækna krabbamein, það er töfraraunsæið og þú veist svona ef ég set á mig the businessman hjálminn þá sko og þú veist again, þetta með að rafmagns og vatnsneyslu kostnað og allt þetta dótskilur já það er rétt en also bílavélar þegar þau komum fyrst voru ekki fyrst en það verða meira fyrst þú veist, ok, við verðum að taka það með í reikningin það er ekkit eitthvað brjálað að steita það en ég held að versti hlutur sem ég hafi lesið núna senast var að sjá árskýrslu frá bönkunum og þeir eru byrjað að taka út credit default swaps á AI fyrirtækin sem er bókstaflega nákvæmlega það sem gerðist í húsnæðismarkaðinu. Þú ert að taka út mjög einföld útskýring á þessu, þú ert að taka út veðmál að þú ert AI fyrirtæki, ég er að lána þér pening, ég er að taka út veðmál á að þú getur ekki borga mig tilbaka, að þú munir defaulta á kreditinu sem ég gaf þér, credit default swaps, skilurðu það er ekki gott. Nú er forstjóri OpenAI Sam Altman sem ég gæti talað um í marga klukkutíum hvað hann er bara mikill fucking vittlisingur drapgaur en líka öll fyrirtækinas frá upphafi á alltaf verið tristum með bara það mun eitthvað gerast, það mun eitthvað virka einhvern tímann. Hann mætti í fréttirinn í gær og segi ég hef engar að vera forstjóri lengur, ég er bara svona fyndið. Það líka það var ef þú myndir sko taka AI-bóluna út úr markaðanum þá var engin hagvöxtur í Bandaríkjunum en það líka er engin hagvöxtur úr þessu því þú græðir engan pening. Nei, vegna þess að þú græðir engan pening því þú veist, þetta eru chatbotar. Við erum búin að blása upp guð veit hvað mörg fyrirtæki fyrir guð veit hvað mikinn pening í eitthvað svona early investment að þið halda að þetta sé að fara að verða næsti einhyrningur en þetta eru bara chatbotar. Við sko eina sem er novul við þessa chatbota núna er að við leyfðum þeim að stela öllu í heiminum. Við leyfðum þeim að Mér finnst fyndið að fólk talar komið á einna list að fólk þeir sé að taka einna list af fólki og svona Facebook torrentaði öllu. Þeir torrentuðu ég margir 300 petabyte af bókum, bíómyndum það er bara svona talar ekki þetta. Og við skulum ekki gleyma því þegar drengur internetsins var drepinn, definitely fucking drepinn, hann Arnold Schwarz sko fyrir það að reyna að downloada JSTOR vísinda ritgerðin til að deila með heiminum. Það er alveg svona sko, ég veit við erum svolítið mikið búin að tala um þætti sem við erum með planaða, við erum með planaða þátt Aron Schwarz það er bara svona, það meikar ekkert sens. Nei. Ekkert við þetta meikar ekki setja það upp á skjáin en það eru til mjög nákvæmir útreikningar af því við hengdum rosalega mikið af fólki back in the day. Það eru til mjög nákvæmir útreikningar á því hversu hátt fall þú þarft til þess að hengja og bara svona drop charts. Hann drap sig ekki sjálfur. Nei. Það er já, sko en svo er líka eitt
svo er eitt með þetta er sko að AI búblan ég var að segja við daginn að hvað líka gerist aftur með húsnæðismarkarsbúbluna? Já, hún hélt áfram. Já, við fórum inn í Írak. Já, djók. Fyndið hvernig þetta gerist. Það var allt í fyndið að gera bara hlutin aftur. Já, að því líka það virkar aftur. Að því að þú veist, já. Það er bara aftur einhver einræðisherra sem að þetta samt svo fyndið að þetta er bara svona welcome back Dick Cheney meme, þú veist en það sko fyndið bara til með þetta er sko þú getur eiginlega borið saman þessi tæknifyrirtæki í dag þú getur eiginlega borið þetta saman kannski við Capitol Records í gamla daga þú bara ræður 5.000 tónlistamenn og einn tónlistamæður mun borga fyrir alla hérna 5.000 já hann mun græða meiri peninga en er hægt að tapa á öðrum 5.000 artist já og þú veist forstjóri Netflix skrifar bókstaflega bókum þetta sem heitir blitzscaling sem er bara við ætlum að kaupa 500 smáfyrirtæki og kannski er einn fokkin einhyrningur og það var til þess að það er annar hlutur sem hljómar eins og þú sért að grínast þegar þú segir þetta en það var til þess að fyrirtæki voru meira virði eftir í hversu mikið þau skulduðu af því ef að ég er eitthvað, Google eða eitthvað ok, whatever og ég kaupi upp 2.000 tæknifyrirtæki fyrir og ég tek út lán fyrir sko $3 trillion eða eitthvað af því að ég skulda $3 trillion þá er ég sko a big dog og þetta er svona af því ég kastaði svo stóru neti að ég mun alveg örugglega veið eitthvað en núna er það að gera það með hluti sem eru ekki neitt sem ekki að skila neinum hagnaði þeir eru líka, það er ekki þú veist, nema þú læknir krabbamein þá er þetta ekki neitt það er ekki neitt fólk líka gleymir því þú veist, að því bara svona seinast þegar þetta gerðist bara svona 2010 núna geta allir verið með snjallsíma við bjuggum til nýtt tæki sem allir í heiminum eru að fara að kaupa sér þetta er bara svona þetta er nýja PC-tölvan allir þurfa að eiga þetta til þess að geta takið þátt í samfélaginu þannig býrðu til Apple og þú er bara svona alla tæknir sem við höfum núna og við erum núna að veðja á það með ekkert það er engin vara, það er ekki verið að selja neitt þú veist það er ekkert fyrir einn að fara út í búð og kaupa þetta er svo fyndið þetta er þú veist í grunnmyndin er eitthvað svona já, þetta hjálpar þér að búa til to-do-lista eða hjálpar þér að skrifa tölvupóst ég voru svona, þú bjóst til klippi þú bjóst til litla fucking pappírsklemmuna í Microsoft Word það er örugglega virði þú veist $1,000 trillion skriljón, briljón gasiljón talandi minn að Donald Trump var að skrifa undir $1,5 trillion defense budget fyrir herinn á næsta ári en þú veist, eða í árbyrna held ég en þú veist, geggjað það mun örugglega laga allt það, please bro Gaur, trust me Gaur, eitt forever voru viðbót það mun laga allt, Gaur, please það virkar núna, ég veit að virkar já, það er mjög fyndið að þú veist það er alltaf búið að vera svona again svona gegnumgangandi fólk að tala um já, þú veist, að þeir ná aldrei að skilin skattframtalinu sínu eða framtalinu sínu herinn í Bandaríkjunum það er alltaf að tala um sínustu 8 árin það er ekki rétt þeir hafa aldrei skilað inn framtali þeir hafa aldrei þeir hafa aldrei geta sagt hvað er notuð peningin sí eða af hverju það er geggjað það er ógeðslega cool og örugglega flott það er geðvægt mér finnst það geðvægt að því það líka bara svona það gleymist með eins og bara svona the CIA að þú veist eftir seinni heimsstyrjöldina taka þér OSS og restructure það gera the CIA og bara svona ein svakalega minniskjúl administrative breyting
er bara svona að þeir mega hafa leyfi til þess að fjármagna aðgerðina sína sjálfur vegna þess að þá það ríkið ekki að gefa neitt upp á sínu budgeti að þú vilt ekki að einhver geti bara flett upp skattframtalinu hvað allir njóstarnir sé að gera það eitthvað svona, ok, þið megið bara svona finna út úr því hvað ætli einkafyrirtækin í dag sé að gera hvað ætli þið sé að gera, en líka bara svona þannig fengum við seinustu 80 árin á bara svona af narkoterrorism frá Bandaríkjunum af helvíti á jörðu að því að þeir fóru bara, auðvitað fóru þeir til Suður-Ameríku þar sem hægt að græða allan pening í heiminum og þú þarft ekki að segja neinum hvaðan peningurinn kom nei, en það væri ekki þú veist, það væri gegn viðskipta skilur það væri ekkert gróðainsentiv til að þú veist, þú mátt ekkert sjá hver að fjármagna eða hvert peningurinn á Palantir að fara nei, það væri fáránlegt það væri ekki nett og svo er líka bara svona með eins og það alltaf eitthvað svona að þeir eru búin að vera, þú veist, rogue agency í 80 ár og svo er eitthvað svona aðeins byrjað að svona slá á puttana þið þurfið samt að gera grein fyrir einhverju, bara svona það má ekki allt vera bara eitthvað og hver að 2002 hverja sem þau stofna Incutel sem er bara þeirra, sem er, þú veist, einhverjum fyrirtæki en þetta er einhverjum fyrirtæki sem sér bara svona technology procurement fyrir the CIA sem var eini viðskiptavinur Palantir fyrstu áratugina af því að Palantir er the CIA það er engin vafi það er mér finnst sko ég gleymd að segja það en bara svona mér finnst einn finnasti punkturinn með ránið á Maduro er bara svona þið gerðu það sama dag og þið ætlið að þú veist átt að gefa út skjölin nei þeir átt að gefa út sko útskýringar akkur er ekki búin að fá skjölin nei að því þú veist að því að það þarf að gefa alltaf þau eru í daktar eitthvað þú þarf að gefa útskýringu af hverju eru þessar upplýsingar ekki gefnar út já ég ætla að taka það fram að það er ekki búið að gefa út minn en 1% af skjölunum by the way hlustandi getur farið inn á jmail.world jóðmail.world þar er þetta að skoða bara það er mjög fyndið að það er einhver sem setti upp sko einhver sem setti upp tölvupost gmail vefsíðu með tölvupóstunum hans þannig eins og þú sért inn á tölvupóstunum hans það er það cool og seinasti tölvupósturinn er you are dead það er subjectið og svo stendur good riddance what? Þetta er löglega að síða senast tölvupósturinn sem búið að gefa út af skjölunum þú getur farið í fotos, þú getur skoðað ljósmyndinas þú getur skoðað, það er mér svona VR stilling, þú getur svona skoðað þess að verið heima með eitthvað en það er bara svona geggjuð leið til að gera svona leyni survival horror game Escape from Epstein Island en þú veist já það er líka þú veist, bróðum ég var að segja bara svona, akkur er enginn að tala um þau skjöl nei, það er enginn að tala um það veist akkur er enginn að tala um mér finnst þetta svona vorum við uppljóstar, þetta er veist manstu þegar Wikileaks var uppljóstat mesta já það var ekki einu svona sorry en það var ekki einu eitthvað svona krassandi fyrir flestum það var bara svona frekar down to earth bara svona tækniupplýsingar þú veist, stríðið og hvað er að gera svona nei þessi gaur reið barnið til dauða já það er þú veist að því bara svona hvað það er annar hlutur sem þú hefði verið IP-pannaður á Erslaskonsspyrisi fyrir 10 árum já þetta er mjög fyndið að hugsa til þess að þetta er allt hlutir þetta er allt eitthvað svona þú ert Alex Jones þú ert fucking geðsjúklingur fyrir að halda þessu fram það, þú veist, við verðum samt sko, ég var að hugsa daginn þú veist, hvað það er samt örugglega erfitt að vera skizofreniskur í dag vegna þess að þú er rétt fyrir þér með allt já, og það er ekki hægt eitthvað svona þú veist, ef þú þyrftir að tala einhvern niður það er bara svona, nei, það er samt ekki þetta er bara svona, fuck okkur er stýrt af þú veist, djöfnandi pedóköldi fuck og þeir eru að hlusta vel samtölun okkar ansans bröðristinn mín er að taka upp samtölun mín já, og það er
alvöru hlutur sem að gerast. Það eitthvað svona, já, og eða þú veist, ég veit ekki, þú veist, kannski ekki allir, ok, allir eru bandaníðingar, allir sem virðast koma að einhvers konar pólitík í Bandaríkjunum virðast vera bandaníðingar. Af því þetta ekki einu fyrsta skiptið sem þetta kemur upp. Nei. Þetta alveg bara svona, þetta búið að vera í senustu 20 árin, basically. Það ekki bara svona, bara gegnum gangandi, þú veist, hann var handtekinn fyrst 2005 er hann handtekinn fyrir að sko 36 accounts af traffika 14 ára stelpum. Já, og hvað var það, 10 árum eftir það sem fórsetun okkar er hérna að taka myndið á honum. Taka myndið á honum. Með Ghislaine, en þú veist, sem er líka, Ghislaine er augljóslega heilin í þessu. Já. Hún var að skipulegja þetta allt. Þú veist, hún löglega síðan var að skipulegja þetta allt. Já. Og Jeffrey er einhver svona fuck-ass kennari sem einhver svona, þú veist. En mér finnst bara, þú veist, bara again, þáttur út fyrir sig að tala akkur fórsetin okkar fyrirvænandi og þú veist, eiginlega núverandi líka er eitthvað svona, akkur eru þau, þú veist, tengd þessu fólki á einhvern nokkuð hátt. Af hverju er bara svona Richard Branson sem að er bara svona góðvinur Jeffrey Epstein og er að koma núna út bara svona myndir af honum á hanga á alls konar skrýtnum stöðum, líka bara svona getum við hætt að bara svona, já en þú veist, kannski þekktust þeir bara. Þú ert á eyjunans. Þú fóst á barnaníðinga eyjuna. Það er engin góð útskýring. Þú ert á homabar. Nei, þú veist, ok, sorry. Nei, þú veist, Nei, þú veist. Þú veist hvað, þetta er svona, þetta er smá bara svona, þú ert samt hérna. Þú líka bara svona, þú flaugst í barnaníðs flugvélinni til barnaníðs eyjunar. Þetta er bara svona, ef þú byggir í Fort Landia og eitthvað bara svona, nei, ég fór á Whore Island, mér vantaði hveti. Já, ég bara, líka þú veist, ef einhver býður þér á barnaníðs eyjuna og þú segir já. Af hverju segir já? Ef þú veist. Ekki segja já. Líka ef að gaur sem var dæmdur fyrir að hneppa 14 ára börn í kynlífsþrældóm, hann var dæmdur fyrir það fyrir 10 árum og hann býður þér far í The Lolita Express. Mér er alveg sama hvað þú hefur að segja, þú fórst þarna til þess að ríða börn. Já, ég elska líka eitthvað svona due diligence hjá öllum nema bara svona stjórnmálafólki og viðskiptajörum. Já. Þú veist, again, við þekkjum enga barnaníðinga. Ég þekki ekki einn einasta. Ekki einn einasta. Ekki engan. Og þú veist, en Bjarni Benediktsson þekkir 15. Alltaf svona reddaði. Alltaf svona pappar það eitthvað að redda þeim, hann eitthvað að redda þeim og ég svona, og þú veist, við höfum alveg talað þetta bara svona, ef þú myndir þekki einhvern þannig, myndir ekki bara svona, nei, bara svona, ég svar ekki skilabóðum frá þér. Ég svar ekki síman. Ég er ekki að fara að skuttla þér eitthvað. Ég er bara svona, hvað þarftu að hafa á mig til að ég fara og reddi þér? Já. Einn af gaurunum sem að, þú veist, var hérna, einn af nýðingsvinnum þeirra, var mjólkubílstjóri. Nei, þú veist, keyrum sveitunar. Hættu. Ég var að hugsa eitthvað svona geysi dæmi. Já, reyndar. Það var eitthvað svona, en það er líka barnatrúður. Nei, eitthvað. Já, ég veit ekki. Já. En það, þú veist, já, og þú veist, Richard Branson, fyrirverandi yfirmaður Höllu Tómasdóttir. Já, þú veist, mér finnst bara ekkit, þú veist. Og það þarf líka alveg að vera svona, þú þarft alveg að adressa það. Og það þarf að vera mjög skýrt. Já. Það þarf að vera alveg bara svona, þú þarft að segja, ég er ekki cool með þetta. Mér finnst þetta actually frekar slæmt. Þú þarft að segja, þú mátt ekki segja, kannski fór hann í barnaníðsflugvélina, hann bara vantaði farið eitthvað. Þú þarft að segja, mér finnst slæmt að hann hafi gert þessa hluti. Mér finnst slæmt að hann hafi einu sinni óvart gert það. Já. Af því ef ég myndi þekka einhvern gaur sem hefði óvart gert það, ef ég myndi þekka einhvern algjöran fucking vitlýsing,
sem ætti fyrirtæki sem heitir Virgin Airlines ok, sorry en þú veist líka bara svona kannski var það eitthvað svona hei, ert þú líka nei, já við erum að gera saman hlutin já, greinilega ó nei, hann að meina það í alvörunni en já, þú veist bara mér finnst að það ætti að vera það þarf meira svona stoppum aðeins af því að þetta er skrítið og það er eitthvað svona við erum rosalega mikið að láta eins og það sé einhver svona geggjuð legit ástæða fyrir að hanga með gaur sem er dæmdur barnaníðingur það er engin góð ástæða fyrir því það er líka bara svo fyndið hvað svona fólkið sem er mjög hægri sinnað er oftast bara eitthvað svona hendað í trékurlapa eitthvað dæmi en þú veist hvað er það núna? En hvað núna? Hvað er það núna? Það er verið að birta í hverju viku bara svona, hérna eru þeir ég held að fólk sé í alvörunni desensitized fyrir hugmyndinni af því sem þetta fólk var að gera já, 100% af því að þú skoðar eitthvað sem myndum þú veist, ekki mjög augljóslega það er náttúrulega augljóslega búið að taka út alla myndir sem eru explicitly kynferðislegar og þannig en að sjá fullorðinn mann halda á barni og vita samhengið er bara svona ég held að það er ekki, af því að það líka bara svona það er ólýsanlegt þú veist, það er ólýsanlega hræðilegt og ef að þú átt vin sem var á þú veist, ég var bara við hliðina á partíinu ég var í öðru herbergi mér finnst það sem þú sem forseti Íslands ættir að segja mér finnst það skrítið já ég veit ekki samhengi við þessa mynd Nei. ég veit að hann er á eyjunni ég veit að hann er með allræmdum bara svona einum hrottalegasta barnaníðing allra tíma mér finnst það ekki gott Nei. mér finnst ekki gott að fyrir mig maður minn eða vinur minn eða whatever sé á einhvern hátt tengdur þessum manni af því það er líka sem að gleymist með bara svona svo stór hluti af þessum skjölum það sem stendur CSAM not scanned það er það versta sem er til bara, þetta er placeholder fyrir það versta sem er til í heiminum bara hræðilegasta sem þau getur dottið í og það er fólk á þessum myndum já og það er allir bara eitthvað kannski það er líka enginn að tala það er enginn ég ætla að koma að inn á sko og við erum komin aftur já, bara svona víst ég er í frjáls Palestínubólnum mínum ég langar að senda Stefán að skilabóð ef hann las ekki kommenti mitt þegar hann fór í podcast og sagði af hverju eru við ennþá að spá í Palestínu af hverju eru við ennþá að spá í hvað er að gerast í einhverju Miðausturlandi af hverju eru við að fróðufella yfir einhverju hluti sem er að gera af því að Stefán Máni ef þú fyrir með barnamorð í 1 ár þá er það hræðilegt ef þú fyrir með barnamorð í 70 ár þá er það ennþá hræðilegt ég ætla að vona að þú getur áttið á því núna það er ekki að það gerir það ekki minna slæmt nei ég mun ekki hægt að fróðufella ég mun ekki hægt að fordæma það ég mun ekki hægt að mótmæla það er alveg svona það er líka þú veist það sem ég skil ekki með Stefán Mána er að hann er eitthvað svona þú veist það er nýja hægri eitthvað bla svaka hann er bara svona ekki klár hann er ekki klár rottumaður með slæmt posture allt sem ég veit hann er gegn mínu vilja já og þú veist að vera með svona fucking skít heila röfl ferðið í kirkju Stefán já, það er góð spurning ferðið í kirkju já, það er góð spurning að ég mun fucking finna þig fyrir þetta kirkjunu þína það er alveg bara svona þú veist að vera núna skemmtilegt núna líka bara það var verið að
útrýma seinasta kristna þorpinu í Helagalandinu Já. Búið að vera það í hvað einhver 1000 ár og það var ekki í Hamas sjálfsögðu ekki mjög merkilegt atburður að svona þegar Hamas hefur ekki lengur burði til þess að vera með einhvers svona nærveru í þessum þorpum að þá þeim útrýmt Já það Ég held líka að þú þarft ekki að vera kristinn til að finnast það slæmt Nei, ég ætla rétt að vona að það sé svona nokkuð breið Ég ætla rétt að vona það nokkuð breið samstaða að við eigum ekki að sprengja börn að því okkur langar það og við erum hætt öllu kjaftaði með eitthvað svona en þeir voru í göngunum þeir voru undir brauðristinni við erum hætt því það ekki snefill af sönnagögnum sem styður neitt annað narrativ en að þetta sé slátrun vegna þess að þeim langaði til að gera það vegna þess að þú veist þeir vildu bara prófa það hvað þið kemur stuð með Já En nú erum við líka að fara að sjá það bara þú veist, við erum bara að fara að sjá Monroe-doktrinn nema í miðaustöldum Já Við erum bara að fara að sjá þú veist En líka bara öll nágrannlöndin Já Bara öll nágrannlöndin Þeir eru núna inn í Líbanon Þeir eru að ráðast inn í Líbanon En líka bara, þú veist, ég nefndi Suez-skurðin áðan bara þú veist hvað það, 70% af öllum farmi í heiminum fyrir þetta gegn þú veist, þetta Akkurat einhver sé að einhvers konar áhuga Já, en ég er bara að segja að þú veist, fólk svo upptekið að því að hugsa að þetta bara eitthvað þetta bara einhver lönd þarna í miðstöldunum Já, þú veist og bara svona Nei, þú veist, þetta tengipunkturinn fyrir allt fer þarna í gegn Já, en líka bara svona þú veist, það sem var búið að vera þú veist, og again, þú þarft ekki að vera kristinn til að finnast þetta en svona það sem var búið að vera svona hot state eða svona allavega í Evrópu og svona vestarum heimi var búið að vera svona viðmiðið okkar fyrir eitthvað gott Já. Bara ekki regluseminn heldur bara svona þetta eitthvað gott Já. Svona uppruni þess hvaðan það kom hugmyndin af hvað var gott fyrir okkur í vestranum heimi í kristinum samhengi núna að vera tortímt Já það ef að það ekki tákgrænt það frekar þá veit ég ekki hvað tákgrænt þýðir Nei þá einfallega veit ég það ekki að og þú veist mér finnst ég get ekki byrjað að útskýra hvað mér finnst þetta fáránlegt ef einhver myndi segja að það væri ekki af þeim ástæðum Já augljóslega það af þeim ástæðum augljóslega, það bara svona já, ég bara þetta svo en af hverju Stefán Máni að tjá sig þetta? Ódjók, ég heldur að tala Stefán Einar en já, Stefán Máni Stefán Einar, hver Stefán Einar? Hann með þarna fucking podcastið það sem hann svona sjallarotta Þarna ég að sína mynd á honum ég ekki með Er það pælingagurinn? Nei, það annar guð sko Þetta annar Já, byrju, það þarna þjóðmál já, sem er það ekki það allt fjármagnað af samskip Það ekki Ég held að það sé samskip sem að borga fyrir það Nei, já, en Stefán Máni rithöfundurinn Já, hann var að segja þetta Shit the brain Hann var að segja þetta Það alveg bara svona Ég sá hann í ræktinu daginn Það bara svona rakst á hann Skemmtileg Já, en þú veist Ég sá hann heima á sér, ég var fyrir utan hann Nei, þú veist en það mjög fyndið svona og, þú veist, ég vissulega heyrði þetta bara þannig að ég held að vera samskip sem mjög stór styrtarlaðir fyrir en það mjög fyndið að segjum bara eitthvað búum bara til eitthvað podcast í haustum á okkur sem heitir eitthvað tveir sveittir podcastið þú getur verið núna forstjóri eða stjórnmálamaður eða whatever og þú getur bara svona ég þarf ekki að segja alla heimskuðlutina ég get bara borgað einhverjum bara skölluðum 30 skall á mánuði
fyrir að bara svona segja mest outrageous dog shit fucking skoðanir sem einhver mannski hefur haft. Það er líka bara svona og þú veist, ég virði skrilljón biljónar, skilur í staðin fyrir að borga einhverju auglýsingafyrirtæki ógeðslega mikið fyrir að taka viðtöl við fólk sem definitely ekki kvótaeigendur út á landi og segja hvað þetta skiptir miklu máli í okkar litla bæjarþorpi þótt þessi kvótaeigandi og máli að við tökum það alla leiðina upp í raskandi bara upp að öxl ég vil að pungurinn sveiflist hringin og lendur svona í naflanum á mér ég vil þá ég ánægður ekki fyrir en kaupfélagið komið upp að öxl inn í raskatið og mér ég hamingjusöm eða hamingjusamur en svona þú getur örugglega ég bara gisk út í loftinu þú getur örugglega fundið allt þetta fólk sem tekið viðtölu og fundið að þeir séu allir kvótaeigendur kvótaleigendur það gleymist við eigum kvótan við eigum fiskin við allan fiskin hvern einasta ef við fyrir að tennja alla ég á þennan, við um þennan og við um þennan og þennan og þennan en eins og ég segi, þú getur borgað einhverjum alveg bara svona mest subhuman manneski stuð eftir í hug segjum 30 skall á mánuði þeir myndi gera það og þeir myndi bara svona segja hvað sem eitthvað sem þeim finnst ekki en líka finni fucking parturinn með það að skýra podcastið ein pæling sko að þú varst að keyra úr vinnunni dast eitthvað í hug svona hugsanir sem þú segir ekki uppátt svona hugsanir sem þú farið í hausin og segir wow þetta var heimst svona invasive heimsk hugsun ef þú líka svona fengir pælingu og hugsaðir aldrei með þér ég ætti ekki að segja að tjekka á einhverju ég ætti ekki að segja aðtuga ég ætti ekki að segja að lesa eða eitthvað en þetta er bara svona að þú fekkst pælinguna og sagðir það svo bara það er víst I saw propaganda það er alltaf ég er ekki að segja þessi neitt munur á því sem við erum að gera nei ég er definitely bara að segja eitthvað sem ég dætti hug en bara svona mér finnst það allavega tengt í einhvers konar raunveruleika á einhvern hátt hvað akkur er það djóðamann akkur er það broadcastið tók viðtal við Gatsat það er alveg hlutur sem gerðist fucking Frosty mínus helsti stjórnmálaspekulan þjóðarinnar Frosty mínus sem gaurinn í hljómsveitinni hann tók viðtal við Gatsat hver er Gatsat? Sionista nutcase býtu, ég er að googla Gatsat ok, segðu mér aðeins hérna en líka bara svona það er ekkert sársaukafyllra en að horfa á einhvern gaur sem hefur ekki, þú veist, hann veit ekkert og hann veit ekki, þú veist, hann hefur ekki burðina til þess að countera neitt sem er sagt við hann Býtu, Gatsat ég held þú sérst ég fibbinn? Það er maður sem er mjög anti-sionist er það ekki grínistinn? Sem er læknir og eitthvað ég gæti verið bara shitting the brain sko hann er alveg svona er það ekki uppistandargaurin sem er gett öfugt við nei býtu, ég held að þetta sé býtu við klippum þetta út já það er bara að klippa út svolítið þurfum við að segja aftur hvernig hann tók viðtal við já, býtu jú, þetta er hann okay. það er Gatsat is a self-described cultural Jew and atheist who publicly stated he supports Israel's right to exist and is an opponent of anti-Zionism þetta er ok ég var reglulega saman öðrum gaur ég held að tala um gaurin sem var í læknir uppstandari já, býtu því googlaði það kom mynd af gaur sem leit alveg út úr svo hann
Þeir eru nokkri sem eru, þú veist, alveg með þetta look, sko. Ég ætla að pissa. Já. Lestu mál. Ég ætla að veita. Ok, nice. Nice. Kannski á því. Hver er hann? Segðu mér. En já, þú veist, hann er bara einhver, þú veist. Þú voruð að segja að Exit tók viðtalið. Ha? Nei, það var hann. Það var gæt svo. Þetta er réttu þér. Já, þú veist. Glemdu þessu. Ég sagði ekki neitt. Gleymdu þessu. Ok. Já. Ég þurfti að vera að pissa. Pissa. Hvað er það? Exit tók viðtalið við Gatsat. Nei, ég held að þetta bara verið, þú veist, Nei, já, bara broadcastið. Já, broadcastið, já. Já, það er Frosti, náttúrulega nýja. já. Sorry, Exit. Sorry. Já, broadcastið. Hann þú veist, tók viðtal við Gatsat. Já. Sem er eitthvað svona, þú veist, hann þorir Menningafjall, viskubrunnur. Viskubrunnurinn, sko. Broadcastið. Já. Okkar helsti stjórnmála spekulant. Já. Frosti í mínus. Já, Frosti í mínus. Það er það sem við erum. Já. Við, þú veist, sem er geggjað. Hann, þú veist, tekur viðtal við hennan gæja. Já. Sem er bara svona, þú veist, hann er svo mikill kúkur, hann þorir ekki svona að segja að hann sé síónisti. Hann er andstæðingur andsíónista. Og því Hvernig? Nei, veist, þetta er eitthvað svona gaur, þú veist, fer í Joe Rogan og eitthvað Ok, hann er á móti þegar fólk er að vera á móti hann er sérst, já, síunisma. sem þú veist, hann er á móti, sem sagt, ef þú ert á móti Þannig hann er bara þarna til að vera á móti þeim sem er á móti. Já. Hann er ekki að vera prónitt. Hann er það. Já, veist, já, ég veit það, en þú veist, það er hans svona. Já, hann bara, þú veist, þorir ekki að segja það. Já, ég er nefnilega ekki, ég þekki hann lítið sem ekki neitt, sko. Nei, þú veist, hann var eitthvað svona í Rogan circuitinu og eitthvað bara svona, en þú veist, sársökinn að horfa á einhvern sem er jafn vittlaus og Frosti Logason. Já. Og svona jafn illa lesin, Já. jafn illa inn í málum og hefur jafn takmarkaðan skilning á hlutum sem er að gerast. Taka viðtal um einhvern gaur sem er bara að segja honum eitthvað, bókstaflega hvað sem er, og hann hefur enga burði til þess að countera neinu eða koma með neitt inn í umræðuna. En þannig gerirðu það er, þú veist, auðvitað viltu það frekar ef þú ert að bóka því. Mætti halda að Joe Rogan hafi bara verið til þess. Mætti halda að sé einhvers konar ég elska líka, sko, bara svona algjört, bara svona quick skjóta þessi inn. Ég elska að Joe Rogan sem er í öðrum hvernig þætti, ég er náttúrulega hlusta ekki, ég hlusta alveg á hann. Já, jú. Ég ætla ekki að, þú veist, Bigfoot Joe Rogan var Bigfoot Joe Rogan, aðeinslegur, X-Factor Joe Rogan, geðett. En svo byrjar hann að segja, já, ég er bara ekki fucking hálfviti, ég er með fucking heilaskaða, ég veit ekki neitt, og hann er alltaf svo, ég er bara ekki fucking gaur, ég veit ekki neitt, og ég er bara hálfviti, og þú veist hvað ég minna. Já. En svo segir eitthvað svona, hey, Joe Rogan er hálfviti, og þá bara svona fríkar hann út. Hvað meinar ég er ekki læknir? Bara eitthvað, þú ert það ekki, hvað meinar þú meinar þú? Þú ert glímukinnir. Já. Hvað er það að tala um? Þú vinnur í sirkustum. Þú vinnur í sirkus. En þú veist, já, ég bara segja, mér líður eins og það sé svolítið svona líka að hafi gerst svolítið hérna oft stundum. Já. Að einhverju svona viðtalsnáðungar er eitthvað svona segja eitthvað fucked up. Já. Og eru svo bara eitthvað, ég er samt bara eitthvað gaur. Ég er bara, veit ekki. Og svo segir ykkur, já, en þú ert bara eitthvað gaur. Býtu, er þetta ekki frjáls landið það? Ég er bara svona, fucking ákvættu þig. Ákvættu þig, please. Við erum vel lesnustu
menn á Íslandi með besta podcast á Íslandi Fucking þú verður bara að ákveða þig þú verður bara own it fucking trúk ljónið þarf ekki að taka grindvísitölupróf nei ljónið ætti örugglega ekki að gera það ljónið ætti örugglega ekki að taka grindvísitölupróf en já ok, hann mætir þarna og bara svona eitthvað, þú veist, kemur bara ekki Islam er algjörlega incompatible með íslenskum values ha? Hann sagði það bara hann hefur aldrei komið hingað hann hefur aldrei hann veit ekki neitt hann bara byrtist á einhverju Zoom-kóli og bara, já, Islam algjörlega incompatible við íslenska nefndu eitt íslenskt gildi já, eitt einasta og líka bara svona að horfa á þennan fucking slefandi retard að þú veist, follow-spurningin er þarna sionismi compatible já. Við íslenska menningu við íslensk gildi birtingamynd hans allavega í dag einhvern veginn sambarlega já, að því líka bara svona, þú veist og ég er að taka það skýrt fram sérstaklega birtingamynd hans af því þú veist, ég veit ekkert sionisma sko, basically ekki neitt en ég veit hverja birtingamyndir hans eru í dag afleiðingarnar er, þú veist í grunninn líka er sionismi stór partur af henni felur í sér mjög grófa kynþáttayfirbragðshyggju já, þannig að það er það sem ég skilði allavega að þannig og líka bara svona ef þú ert þú veist einhvers konar supremasisti maður hefði svona oftast gert ráð fyrir að þú veist þú væri þá allavega supremasisti fyrir kynþátt sem þú tilheyrir allavega og er hann nei þú veist ef þú ert sionisti já. En ert ekki Ísraeli og er hann ekki? Nei þú veist Frosti já, ok já, ég var mjög confused á því spostið okay. Nei bara svona þessi pæling þú veist þegar einhverjir íslenskir podcastarar er allt í núna Býtu, var hann að segja þetta? Var hann að segja að Íslam verið ekki Nei, veist, hann alltaf bara satt og kinkaði Já, kinkaði kolli, ok Ég er þú sér hvað ég er fucking klár Þú sér hvað ég get fylgst vel með og ég er fucking klár Nice En já, mér finnst þetta sko það er svo magnað hvað sko það gleymist bara svona að vera lesin eitthvað eða kynna sér eitthvað eða allavega að nenna bara Getur þú hort á allavega 20 minna YouTube myndband? Þú veist, ég er ekki með eitthvað svona menta yfirhygg alls ekki, horfðu á YouTube myndband horfðu á heimildamitt hlusta á podcast, whatever, hlusta á fucking ljóðbók skilur, mér er alveg sama en bara please, eitthvað gerðu eitthvað bara kynntu þér, allavega hafðu eitthvað þú veist, líka bara af hverju myndir þú fá eitthvað í viðtal hjá þér sem þú veist ekki neitt það er geggjað, það er geggjað pæling það er alveg bara svona ég líka þú veist, og þegar að þessir gaurar fara eitthvað svona af hverju Íslendingar eitthvað bara svona, við erum fyrsta ríkið sem viðurkenndi Palestínu já, bara svona, það af því að við höfum alltaf gert það alltaf gert þetta það er af því að það er sem við stóðum fyrir það var íslensk gildi íslensk gildi við fundum eitt íslensk gildi og það er að sína samstöðu með öðrum litlum þjóðum sem var orðið fyrir barðinu á nýlendustefnum ótrúlegt, það mætti halda við höfum verið það mætti fokkin halda það þú ert fucking blowing my mind hole hérna erum við ekki Bandaríkin? Nei já, en hvaða annað land hefur orðið fyrir nýlendustefnu og er núna í svolítið mikill hættu á því að verða fyrir mjög slæmum hlutum og við erum ekki að segja neitt við What? Wow Býtu sko Ég elska líka hvað við erum öll eitthvað svona við hötum rasisma, við hötum kynþáttahyggju en bara svona, ok, en það var verið að útrýma grænlendingum það verið að útrýma þeim það var verið að útrýma þeim nágrannlandið okkar var að útrýma þeim kerfisbundið að útrýma þeim og hvað sögðu við? Hvað sögðu við actually? Sögðu við eitthvað? Ég hef aldrei sagt neitt ekki einu svona skam ekki einu svona tákgrænt skam ekki einu svona, þú veist við líka sko við stelum öllum fisknum að þeim það er alveg bara svona við deilum hvort það er loðnukvótin ég held við deilum loðnukvótanum
og hann er splittaður þannig að við veiðum 99% af loðnunni þeir fá 1% og ef að þeir segja eins og þeir gera stundum að skiljanlega að því að hagkerfið þeirra er 90% sjávarútvegur hei, megum við kannski meiða aðeins meiri loðnu þá segjum við hei þú verður að passa upp á umhverfið félagi við erum nefnilega umhverfisvenda sinna núna við samt það sem fyndið við sjáum þetta alveg langt eftir tíman þegar þú veist það voru Íslendingar til sýnis á svona nýlendusýningum það var náttúrulega bara hlutir sem gerðist og þú getur bara að tjekka það í skiluru en við vildum verða okkar eigin nýlenduherra ég held að fólk svona skilji ekki alveg hvað þú veist eins og í Namibíu þetta voru bara þú veist barn sem var lamið sem barn er að lemja bönni sín þetta var bara nákvæmlega fucking það og ég bara svona við erum aftur að gera þetta þetta er líka bara svona óuppgerða dæmið í íslensku þjóðarsálinni er bara svona við skömmumst okkar svo mikið fyrir að bara svona hafa látið taka okkur í 1000 ár við tókum 10 centuries of humiliation back to back og við erum svo lítil í okkur fyrir það að í staðinn fyrir eitthvað svona að vilja standa með þjóðum sem hafa orðið fyrir og ekki að segja þú veist eitthvað að það sé sambærilegt það sem gerðist á Íslandi versus eitthvað í Karabíska hafinu en bara svona við viljum frekar stilla okkur upp með gerendunum í nýlendustefnunni ótrúlegt og ég bara svona, nei við erum actually þetta tím það bara svona, nei við fengum aldrei við erum ekki í þessu liði, hvað það tala um veist, þú ert bara og þetta er again djókið sem ég kem alltaf fokkin með er þetta fokkin fólk þetta er bara svona þetta er píramídi af þessu þetta er bara einhver gaur í kommentarkerunum er eitthvað sjálfstæðisflokkurinn er bestur bara svona, þú heldur að þú fáir að vera með þú fær ekki að vera með þeir myndu og svo eru þeir, þú veist sem eru hættsettari heldur að þú fáir að vera með og veist, þetta er bara það þetta er bara eitthvað svona fucking pissing competition þetta er bara pissing competition eftir pissing competition eftir pissing competition eftir pissing competition again og þetta er það sem við erum að gera núna við erum að segja já við erum actually bara mjög bara cool að það er stólið í Venezuela mjög það fyrir cool getur þú fokkin ímyndaðir þú ert ekki að fara að fá neina fokkin olíu nei nokkulega getur ímyndaðir land sem er bara svona og þú veist ok er þetta þín leið til að standa með Venezuela er það er þetta virkilega leiðin til þess af því líka hei þetta skipi sem var að koma á Venezuela veistu hvað það var tekið hvað var það tekið íslenskri lögsögu fyndið þegar vorum að tala að þú veist þetta sé að fara að spilla hingað ef við sitjum ekki einhvers konar línu í sandinn að bara svona við erum herlaust það er í stjórnarskránni við erum herlaust land vegna þess að einhver tímann sá fyrir sér ok, þetta er eina leiðin til að tryggja einhvers konar öryggi hérna en líka fyndið að þú veist við fengum flugvélar þú veist special operations flugvélar til Ísland til að gera þess aðgerð með hjálp Bretlands geggjað þú veist getum við bara svona getum við eitthvað hvað er líka fucking Halla Tómasar Halla what the fuck það er og þú veist ég ætla bara að segja það að þú veist þetta olíuskip að það hafi verið merkt Rússlandi þetta er allt mjög loðið þú veist það voru viðskiptaþvinganir það var bannað að fara með olíu frá Venezuela ég skil þetta alveg þú veist ég er ekki ég skil alveg að það hefur tekið þetta skip þeir eru búin að vera að gera það þeir munu halda fram að gera það og þeir eru svolítið að segja að við getum gert það hvað sem er í heiminum literally eru að því en við að sita hérna og bara eitthvað svona já það er flott þetta voru nokkuð lögsögur sko ímyndaðir bara svona ef það er einhver að slást í garðinu þínum þú þarft allavega að fara út í glugga eitthvað svona hei hættu þessu hvað er þetta að gera? Ég held samt í alvöruna hræðslan sé bara ef við segjum eitthvað þá bara koma þér já en þú veist það er líka bara svona ég held að það sé að fara að backfæra svo mikið
vegna þess að seinast þegar við gerðum eitthvað svona Já, það bara svona, já, við erum með, þú veist að því að þorskastíðið var outrageous já, það er insane að við höfum fengið þessa legsögu það er bara svona, en við gerðum það vegna þess að við bara svona við spiluðum bolta eins og boltinn er spilaður þú bara slammar punktnum á borðið Já. og segir eitthvað fárlegt við göngum úr NATO eða bara svona það verður einhver að koma að díla við þetta núna að við, Já. þú veist en líka eitthvað svona, við erum hjút skotmark Já. og það er allir sammála því Já. Við erum eitthvað hjút skotmark í Norður-Atlantshafi og allir eitthvað, það eru Kínverjar og Rússar út um allt sem bæði er ekki satt það eru engin rússnesk kínverskipið í kring þau eru öll í fucking Beringshafi sem er ekki nálægt okkur ég er bara að taka það fram þú veist, nema þessi ykkur fucking leini eitthvað bóttur eitthvað staðar eitthvað leini, eitthvað, whatever þú veist, ég veit það ekki, en ég er bara að segja bara á pappír er ekki Tundurdublið hvalfjörðin aftur já, þú veist, á pappír eru þau öll í Beringshafi sem er ekki í kringum Ísland en senast ég kíkti á það en bara svona þú veist það er bara svo fyndið, við erum eitthvað svona ok, við erum bara hjút skotmark bara svona, ok, spilum þá með það já, það er það sem við gerðum það með NATO já, af því að ef einhverju ráðast Ísland þú veist já, það er alveg bara svona og þú veist bara umgunarverð, þetta er svo umgunarverð það er svo og maður er ekki að biðja um að hvað, við förum í stríð við Bandaríkin eða eitthvað, við erum bara svona nennum að segja bara eitthvað það er bara svona nennum við bara svona að svona benda á hlutin og segja eitthvað getum við með einhverju móti látið eins og sjálfstætt ríki sem getur advokera fyrir sjálf sig já getum við, er það of mikið til að biðja þú veist, ef við gerum það ekki einu skilabóðin sem það sendir er bara svona, já, þetta verður ekkert mál það verður ekkert pólitískt bakslag af því að taka þetta land en það, sorry, en again bara fucking miðflokkurinn bara svona, eru þið ekki að sjá hvað er að gera til það af hverju er miðflokkurinn með svona mikið fylgi og þú veist, ég er ekki að setja á með einhvern conspiracy hatt hérna, skilur en bara svona djúðlar að auðvitað ef 20% af landinu væri bara til í að Bandaríkin myndi koma að taka yfir vá, það væri bara það væri örugglega fínt það væri örugglega bara geðveikt næs það er líka bara, það er svo mikið snild það er svo mikið snild það er bara svona, ímyndað þér hvað Jónas frá Hriflu myndi segja ef að hann kæmi inn í íslenska pólitík í dag voru bara svona, já, það eru tvö faksjón eitt liðið sem sagt vill að við verðum sem sagt hérna vassalríki í Evrópu og hitt liðið vill að við verðum vassalríki í Bandaríkjana það er bara svona, hvað er það að tala um? Af hverju myndirðu gera það? Hvort þú viltu vera leppríki í Evrópu eða leppríki í Bandaríkjunum? Já, eða svona, hvernig er það einu valkostinir? Þú veist, er ekki svona, hei, hvað er við, þú veist að það líka bara svona, gefum okkur smá kredit við erum búin að vera í 1000 ár Já. Við erum búin að vera í 1000 ár og þú veist, alls konar skít við höfum lifað af alls konar fucking bullshit Já. Það er bara svona, getum við bara svona slefti bara svona leið og við fáum TikTok þá bara gefist við upp Var það bara svona útslægið? Já Já, sko talandi Grænland nú aftur ég sko fór og kíkti aðeins á Grænland Hvað er í gangi? Bæði ég bara svona Segðu okkur aðeins hvað er í gangi hérna Já, sko þeir eru búin að vera með samning við Bandaríkin síðan forever Já. Bandaríkin mættu byggja yfir allt landið Já, það er engin takmörk Það er engin takmörk fyrir því hvað þeim er að byggja upp mikið að herstöðu með whatever en það er líka þú veist I'm tired boss þú veist, ég fer og kíki ok, hver er forsætisráðherra hver er utanríkisráðherra sem mun vera að fara yfir samningana við Bandaríkin ef að þeir bjóða annarkvort kauptilboð Já. eða ætla hertöku hver er utanríkisráðherra ég man ekki alveg hvað hún heitir í augnablikinu en ég skal henda upp myndið þannig maðurinn hennar rekur risastórt fyrirtæki sem ég held að þetta er Greenland Development Corporation Já. og það er bara enga fyrirtæki
og þú veist það gerir ekkert mikið eitt af því sem þeir gera það er 2 fyrirtæki, ég man ekki hvort það var Greenland Development Company og svo eitt annað sem hann er boardmember yfir sko. Og hinn boardmemberin er bara eitthvað svona líka einhver bara svona ráðherra eða eitthvað en búið til eitthvað luxusvatn eða eitthvað búið til eitthvað luxusvatn eða eitthvað en þegar komið með það þegar komið með eitthvað svona development fund það þýðir bara að þú ert komin með einhvert stað þar sem þú getur boðið fólki flugferðir boðið fólki heimsókn þú getur byggt upp fucking sumabústaði þú getur fyrir að dæla inn fucking peningum slush fund en það er ekki stjórnmála skiluru það er ekki verið að gefa stjórnmálamunum pening þetta er ekki framlag nei, alls ekki, það væri fáránlegt það væri nuts og þú veist ég er bara svona hættur að vera hissa augljóslega en náttúrulega einn af stærstu fjármögnunum er erfingi Lauder fjölskyldunar þú veist, ef þið hafa heyrt MAC Cosmetics eða Estée Lauder eða eitthvað tísku fyrirtæki í heiminum þá er og það er maðurinn by the way ekki margir sem vita þetta en það er maðurinn sem sagði Donald Trump fyrir mörgum árum síðan núna 2014 og 2013 og hann ætti að eignast Grænland og hann er bara, þú veist, þetta er bara eitt af mönnunum sem sagði bara og þú veist, þú getur bara að fara að fletta þessu upp þetta er bara, þú veist og þetta var bara hugmynd í honum og þetta er bara svona þetta er það er óþólandi hvað þetta er alltaf stutt en bara svona, hann var í huge hópi megagroup með Jeffrey Epstein fyndið, hvernig hann poppar upp svona, hér og þar nei, menn þú veist, og þetta er ekki eitthvað svona þú veist, þetta er bara Wikipedia sko. Þetta er ekki eitthvað svona þeir eru í leinifélagi bara svona, nei, þeir eru nefnd saman, þeir hittast á fundum og þetta er alveg stór Steven Spielberg í þessu skilju þú veist, þetta er alveg stór hópur af fólki það veist ekki mikið af fólki en þetta er mjög svona áhrifaríkt fólk og ég er bara að skilja af hverju er svona stutt í þetta af hverju er svona stutt í þetta af hverju er svona stutt í bæði Trump auðvitað af því að þetta er maður sem baðum hann að kaupa Grænland af hverju er svona stutt í þetta hann sem er bara huge fucking fyrirtækina sem gerir ekki neitt en er samt maður utanríkisráðherra sem er að fara að gera samningin þú veist afhendingu Grænlands þú veist, þetta er líka bara svona þetta er svona 3 þú getur svona basically googla þetta sko. Þetta er ekki, þetta er svo ógeðslega blatant allt þetta er líka sama sko náttúrulega Ghislaine Maxwell hún var með svona fyrirtæki líka eitthvað svona Ocean Research fucking Blue eitthvað bullshit sem bara svona, þú veist augljóslega cover fyrir eitthvað bull af því að þú veist ekkert sjó þú ert ekki rannsóknaraðili þú veist líka bara svona, þú ert ekkert þau voru reynda þekkt fyrir það að vera leita fjársjóðum reyndar, sem er fyndið sem er ekki tengt sjávarrannsóknum reyndar en þú veist bara en þú veist svona, en hún var líka sko kom á fyrstu Arctic Circle ráðstefnuna á Íslandi í Hörpu sem að er haldin af Ólafur Ragnarssyni sem að, þú veist, please ráða mig aftur á næsta ári en hún er með erindi þar á fyrsta Arctic Circle-inu sem bara svona eða þú ert að starta einhverju þú veist, ok, þú varst forseti í einhverju landi og þú þekkir eitthvað fólk en bara svona, þú myndir halda að vera svona fólk sem er aðeins meira innanhandar sem þú færið fyrst sem bara svona, heyru, mér vantar eitthvað fólk til að koma og vera með einhverju erindi hérna getur þú komið og talað sjó já, mér finnst þetta ég, again, mér finnst þetta bara ég er bara að reyna að skilja sko. ég er bara að reyna að skilja eitthvað í þessu þú veist, það er búið að svona myndast svo mikið bara svona glundróði í kringum þetta allt
eins og maður sé að reyna að pinna eitthvað á einhvern eða eitthvað svona. Nei, en þú veist, það er enginn búin að útskýra neitt. Ég vil bara skilja einn hlut. Já, ég vil bara skilja einn hlut. Einn hlut væri fínt. Bara, það er alveg en þú veist, ég líka bara svona ok, þú veist, ég hugsaði að til þess með hann Lothair nága, ég bara svona ok, þetta er einhver fucking skriljónamæringur, kannski er hann bara again, bara kasta stóri neti, fjárfesta ég þínu þessu, en svo bara svona Trump er samt að reyna, þú veist, fosset í Bandaríkjanna er að fá Grænland. Já. Þetta er ekki bara það er alveg skrítið að þetta sé, þú veist, að gaurinn sem sagði honum að gera það sé, þú veist, member í félagi sem að er tengt utanríkisráðherra Grænlands núna. Það er já, hei, það er alveg skrítið. já, mér finnst líka skrítið að þú veist, mér finnst það bara skrítið. já, og þess að fyndi þetta er allt bara svona, þú veist en svo er náttúrulega bara, þú veist, again, það er bara heill klukkutíma út af fyrir sig að bara svona, já hinir gaurarnir, þú veist, Peter Thiel og allir svona okkur sem við erum búin að tala með áður, eru að reyna að búa til eitthvað töfraland. já, þeir náttúrulega með, hvað er það? Í suður, Mið-Ameríka, það er eitthvað land sem þeir ætla að búa til sem er eitthvað svona, já, engin lög, já, eitthvað svona, já, við ætlum að búa til eitthvað svona libertarian utopia dæmi. Þeir eru bara að gera svona tölvunörda Wakanda. Já, það er, en ég er bara svona ok, þetta er allt gaurar sem er eitthvað svona gagnavers, AI gaurar og heruppbygging og ég er bara svona hvað þau með Grænland? það er bara svo heimst, þetta er svo fokkin heimst. Það er samt örglega það sem gerir það bara svona mest credible kenninguna er hvað það er heimst. Ég er byrjaður að taka það sem svona stærstu sönnunin í flestu svona, er bara svona þetta er mjög heimst. Þetta er ótrúlega, að vilja kaupa Grænland er rosa heimst. Það er eitthvað bara svona bull, það er bara svona einhver kjánaskapur. Það er honestly eina ástæðan fyrir ég bara svona tók honum alvarlega, var því bara svona, það er nógu fucking heimst. Það er nógu heimst til að myndi gerast. En það er líka brúst, það er allt úti í fucking herskílumanna frá Bandaríkjunum. Mér finnst líka bara, þú veist, mér finnst ótrúlegt að, þú veist, við stóðum að tala um Ísland hvað það verið myndi gefun og svona, ég var svona Grænland fucking Danmörk fyrir ekki Danmörk sendi hermenn til Afganistan, sko. Já. Þú veist, Danmörk tók fucking þátt í bröltinu hjá Bandaríkjunum. Og hvað fenguður út í því? Það er líka bara svona sýnir svo svart á hvítu bara svona hvaða er mikil ímyndunaveiki að við höldum að það sé einhver vörn í því að vera í NATO á pappír. Já, eða verður líka bara svona gutti fyrir Bandaríkin. Þetta snýst bara þú veist, hagsmuni. Og ef það er einhvers konar hagsmuna áreikstur, þá er allum saman með einhvern fucking pappír hvort það stendur NATO eða Evrópusanda eða what the fuck á honum. Það er ekkert rules-based order. Nei. Það er bara mím. Já, þetta er bara svo fyndið að þú veist, þeir segja núna bara já, við erum búin að, þú veist, og þú veist, fyrir það sem þetta er, þá eru þeir búin að vera til fyrirmyndar sem einhver partner í NATO við Bandaríkin. Já. Búin að þið bókstaflega senduð fólk til fokkin Afganistan. Já. Í bara svona í stríð. Já. Þú veist. Þið fóruð, þú veist, dóið fyrir opið. Já. Þannig, og núna hvað? Þetta er svo ég bara býð til að Rússland fara að býða um Alaska áttur. Það er eina sem ég er að býða til. Það er enda að vera mjög fyndið múf. Það verið sjúklega fyndið núna. Sjúklega fyndið. Það er alveg svona Sarah Palin defektar til Rússland. Yes. Þeir gerðu finnasta múf. Þegar að manstu þegar fucking John Kerry skate, hann klúðraði innrásin í Sýrland. Hann var spurður á blaðamannafundi og svona, þetta var 2000 og fucking langt síðan 16, nei, ég held að það sé alveg 2016 minni, sorry, ég er röglega saman 2 minútum. Þú veist,
tjekkum hvað skjáði og setjum það upp á skjáði Já. en þú veist, það er þú veist, að þeir voru konum að þú veist, Assad væri með efnavopn og hann hafi notað efnavopn í já og það var bara svona þú veist, action is a go í Washington við ætlum að fara boots on the ground inn í Sýrland Já. og John Kerry er á blaðamannafundi þar sem hann er basically bara að útskýra við erum að gera það núna og hann er spurður af blaðamanni bara svona, já en ef að þeir myndu hleypa alþjóðlegum rannsóknarlæðurum inn Já. til að rannsaka þessar ásakanir og þessi efnavopn myndi það afstýra innrás Já. og hann sagði bara eitthvað já, þú veist, það myndi alveg afstýra innrásinni en þeir eru ekkert að fara að gera það og svona klukkutíma setna eru komin skilaboð frá Rússlandi við erum á leiðinni, við ætlum að tékka á þessi efnavopnum viljið að við tékkum á Ísrael líka í leiðinni? Alls ekki en það er mjög fyndið að John Kerry svona óvart hann óvart bjargaði heiminum honestly bara svona óvart það er mjög fyndið sko það er alveg bara svona að því þetta var algjört eitthvað bara svona eitt breinfart Já. og bara svona, fuck, við mistum af við getum ekki farið til Sýrland núna fuck það gjör það næst ok, þá er ekkert svona nei en þú veist það verður finnast í heimi samt þegar þetta kemur út hvað þetta verður allt já, við verðum bara svona veist, þetta má ekki vera gefið út af því að það er bara svona búið að taka yfir já kannski verður þetta eitthvað svona pirate radio þáttur svona stöðvarútvarp coming live það verður kannski svona næsta svona, þú veist, að fara upp á völl og eitthvað svona spila kanótvarp já, nema fá bara svona 2 vitlýsinga podcastara til að skemmta hernu já, USO skítkastið USO sjó já. ok, við ætlum að fara að skara okkur í herinn ok, gerum það núna á kreddlisti The road is long was made of kann einhver texta með þetta?